Englendingar urðu að sætta sig við ísaukin umsvif Þjóðverja á sinni kostnað. Þegar leið á þriðja áratug 16. aldar árið 1518 tóku Hamborgaramenn af þeim Hafnarfjörð, einhverja allra bestu höfnum landsins á átökin sem voru í upplýsingu árið 1532 urðu úrslita átök Suðurnes. 11. mars 1532 lét skip Ludvig Smith út höfn í Hamborg með 30 manna áhöfn sem var vel vopnbúin. Hann hafði lofað að ráðherra í borginni því áður en hann sigldi frá Hamborg að hann skyldi vinna höfn af Englendingum og draf hvern þann sem stæði veg sínum. Nú skyldi sæta færis og fara í hart við Englendingana sem voru hvorki náði sjá Þýskalandskeisaranum né páfa. Skip Ludvig Smith náði höfn við básundana en lögin íslenskar hafnir sögðu til að sá sem fyrstu kom í höfn að vori fékk verslanréttindi þar og Ludvig Smith sem hafði lagt snemma af stað var fyrstur til básenda. Daginn eftir kom enskt skip Anna frá Harvis til básenda með 80 manna vopnaða áhöfn en skipstjóri þessa var Thomas Hammond. Ekkerinn var varpað fyrir utan höfnina. Skipstjórinn frá fund Ludvig Smith og bað leyfi til að liggja með honum á höfninni. Smith tók ekki vel í það, hann vísaði í rétt sinn samkvæmt íslenskum lögum til að versla í höfninni. Hann sagði að ónægur fiskur væri til staðar og einnig að hann hefði lofað félögum sínum frá Hamborg að liggja með sér á höfn ef hann væri á undan honum til Íslands. Englendingar tóku þessu vel og sögðu að þeir myndu sigla til Grindavíkur leið og býr gæfist en skipið sat áfram fyrir utan höfnina og þar næsta kvöld kom annað enskt Íslandsfar. Áhafnir ensku skipana voru fjölmennari vegna þess að þeirra beði mun umfangsmeira starf á Íslandi. Englendingar komu til verslunar og fiskveiða en Þjóðverjarnir aðeins til verslunar. Básendahöfn hentaði Englendingum því hún lá vel við góðum fiskmiðum en Ludvig Smith sat einn sem fastast inni á höfni þar sem Englendingar voru miklu fleiri og heldur stærri skipum ákvað þeir að ráðast á Hamborga og ræna það, drepa hvern sem reynir að stöðva þá og hengja skipstjórann á bugsspjótinu. Til allra hamingju fyrir Hamborgarmennina voru þeir ekki þó í vonlausu stöðu því bróðir Ludvig Smith, Hans Smith, hafði verið í básendum veturinn og keypt skreið. Ludvig bað hann að stefna 80 manna lið í Þjóðverja og Íslendinga, svo lítið bær á. Snemma morguninn eftir, en það var þriðjudagsmorguninn 2. apríl, sigldu Englendingarnir svo inn á básendahöfn. Óvíst hver átti fyrst skotið en sá hóf það sem síður hefur verið kallað básendaorrustan. Í orrustunni unnu Hamborgarmenn sigur á Englendingunum þrátt fyrir að hafa verið mannfæri og gátu því sigrað og handsamið þá. John Breiði, enskur kaupmaður sem Íslendingarnir kölluðu Jóhann Breiða, ríka bragð eða eldri bragð, kom til Grindavíkur vorið 1532 á skipinu Peter Gibson. Hann gat séð af atburðum á básendum að hætta gat steðjað að síðustu bekkjastöðu Englendinga á íslenska meginlandinu, því reisti hann vígi veðurvirkisskarð. Við búði Íslendingar þoldu ekki yfirgang John Breiði og félaga og Grindavíkur víkingana. Fóru á fund Diðriks frá Minden fógeta á Beðastöðum og baðu hann hjálp. Breiði mun líka hafa komið illa fram við Diðrik fógeta, svo líklegt að Diðrik sjálfum hafi líka illa við þessa Englendinga. Diðrik frá Minden fór af stað á safna liði til að stöðva yfirganga Englendingana í Grindavík. Fyrst fór hann til Hamborgaramanna í Hafnarfirði og bað þá liðstyrk. Hann lagði áherslu á að Íslandi
þyrfti að tryggja frið og frelsi til verslunar og lofaði hverjum þeim sem veitti sér liðveislu mála í nafni konungs. Hamborgaramenn tóku þessu vel en töldu merki mannafalla nauðsynlega til að sigra þann fjölda Englendinga sem voru í Grindavík. Það var hinn 11. júní á aðfararnótt barnabamsu sem Heyrir lagði af stað niður í Grindavík. Hann var vel vopnum búinn með handbyssur, lásaboga, spjót, sverð, leitar, brynjur og stálhúfur. Vilt hafa verið fyrir Englendingum og þeir látnir halda að fógeti biði listastyrks frá Hamborg til að geta sér gegn þeim. Því voru margir Englendingar í burtu við fiskveiðar og John Breyti hafði verið í veislu kvöldið og svaf ásamt valfangar hertogans og Suffolk og 13 eða 14 öðrum værum svefni og fáir verðir voru á fleiri. Þetta var því gult tækifæri til árásar. Árásarherinn hélt skipulega og hljóp niður Grindavík þessa vorbjörtu nótt. Það var útsýnislandi og sjór. Það reyndist rétt að Englendingarnir hafði engan njósn borist frá herútboði fógeta og sannað það að Íslendingarnir hafa verið fjandsamlegir Englendingunum á þessum slóðum. Klukkan 2 nótt var gert áhlaup á virki Jóns breiða. Hafnarfjarðarliðið komst mótspyrnulaust upp á virkisveginn og réðst þá með öskrum og óhljóðum á tjaldbúðirnar. Jóhann breiði og menn hans vöknuðu vondan draum og þurfti ekki gríða og biðja. Fæstir þeirra náðu að tyggjast en allir voru þeir drepnir miskunnarlaust og sumir á níðarlegan hátt. Eftir skamma hríð lágu 15 Englendingar í blóði sínu í virki og meðan þeirra sundtökun líkama Jóhanns breiða.